Jólasagan, flest okkar þekkjum hana nokkuð vel, en sagan á bakvið söguna, hún kannski ennþá dramatískari og flóknari. Við ætlum að skoða hvernig örvænting eins konungs, dularfullur spáðumur og svo ákveðnum venjulegs smiðs flétast saman í einu ótrúlega heild í gegnum aldirnar. Þetta einmitt spurningin sem við ætlum að glíma við. Og til að finna svarið þá þurfum við að hugsa svolítið eins og spæjarar. Við erum í raun að leysa sögulega ráðgátu þar sem hver vísbending, hvert brot færir okkur nær heildarmyndinni. Jæja, sagan okkar byrjar í miðri alþjóðilegu krísu. Þar kynnumst við manni sem heitir Akas konungur og hann stendur frammi fyrir vali, ákvörðun sem á eftir að bergmála í gegnum alla söguna. Reynum að setja okkur í spór hans. Við erum stödd árið 735 fyrir Krist. Akas ungur konungur í Jerúsalem og ríki hans það eiginlega klemmt á milli tveggja risastóra afla. Annars vegar það hinn nýja og ókvænlega Assýríuveldi, hins vegar eru það nágrannarnir, Sýrland og Samaría sem reyna að tvingja Akas í hernaðarbandalag gegn Assýríu. Þegar hann segir nei, hvað gerist þá? Þeir setjust höfuðborgina hans, Jerúsalem. Þannig að ástandið vægast sagt skelftilegt. Og þarna, í miðri þessari ringuleið, stendur Akas frammi fyrir tveimur gjör og líkum leiðum. Spámaðurinn Jesaja kemur til hans og segir, biðu nú hægur, sýndu stillingu. Treystu því að Guð standi við loforð sitt að vernda konungsættina þína. En Akas bara lamaður á ótta. Hans áætlun allt önnur. Hann ætlar að veðja á pólitíkina og leita á náðir hins volduga Assýríu keisara. Þetta ákvörðun sem byggir á hreinu valdi og útreikningum, ekki trú. Og hér sjáum við hversu djúpt örvæntingin nær. Í algjöru skelfingarkasti grípur Akas til ráð sem næstum óhugsandi. Hann gerir það sem sumar nágrannaþjóðirnar gerðu. Hann fórnar sínum eigin syni, sínum eigin erfingja. Þetta hræðilegur heiðins siður. Og ímyndum okkur kaltæðnina í þessu. Hann bókstaflega eyðileggur framtíð konungsættar sinnar í örvæntingarfullri tilraun til að bjarga henni. Og það einmitt þarna, á þessu myrkasta augnabliki, þegar allt virðist glatað og vantrúin ræður ríkjum, sem einn allar frægasti spádómur sögunar kemur fram. Akas hafði neitað að biðja Guð tákn til að styrkja trú sína, en spámaðurinn Jesaja gefur honum samt tákn. Þetta sem sagt svar Guðs við þessari algjöru vantrú konungsins, en spurningin auðvitað, hvað í óskúpunum átti þetta tákna þýða fyrir Akas, þarna og þá? Lykillinn að þessu að spádómurinn hafði í raun tvær merkingar. Fyrir Akas á hans tíma var þetta mjög konkrét. Orðið sem notað, ung kona, vísaði líklast til drottningarinnar. Fæðing nýs ríkis erfingja væri þá áþreifanlegt sönnunagagn, konungsættin mun lifa af. En sagan ekki búin. Eftir því sem aldirnar liðu og konungarnir sem fylgdu í kjölsari brugðust aftur og aftur, þá óks þessi spádómur. Hann umbreyttist í von. Von framtíðarkonung Messias sem var í loksins verðugur nafnsins Emmanuel, sem þýðir Guð með oss. En hvað þurfti eiginlega til að geta treyst svona loforði? Hvers konar hugafar krafst það? Til að fá smá innsýn í það skulum við grípa í annan fornan texta, Sálm 24. Hann virkar svolítið eins og afkóðunarleikil að þessu forna tungutaki trúarinnar. Sálmurinn setur fram þessa stóru grundvallar spurningu og svari sem hann gefur, það afhjúpar alveg kjarnan í því hvað þetta hugtak, trúfesti, þýði í raun og veru fyrir þetta fólk. Fyrsta atriðið hreint hjarta og það mikilvægt að skilja hvað það þýðir. Hér ekki verið að tala siðferðilegu fullkomnum að vera algjörlega syndlaus. Hugsum þetta frekar eins og í efnafræði. Hreint gull bara gull, ekki blanda neinu öðru. Hreint hjarta því hjarta sem óskipt, algjörlega helgað hinum eina sanna Guði, sem sagt, nákvæmlega andstaðan við það sem Akas konungur var að gera. Næsta myndlíking alveg jafn kröftug, hreinar hendur. Þetta annað orðalag yfir það sama. Þetta eru hendur sem hafa ekki verið notaðar til að dýrka falska Guði. Aftur, þetta snýst allt að vera trúr sáttmálunum, að sýna hollustu. Og loks, þriðja atriðið, að hafa ekki hafið sálu sína til falskra guða. Þetta var einfaldlega fornt orðatiltæki yfir það að biðja. Þannig að sá sem verðugur sá sem beinir bænu sínum og trausti sínu eingöngu til Guðs. Þannig að þið sáuð, allar þessar myndlíkingar, hreint hjarta, hreinar hendur, þar snúast allar þessa einu meginhugmynd. Óskipt hollusta kjarninn.
Jæja, spólum núna hlatt fram í tíman, 700 ár líða og þessi vonum hinn fullkonna konung, Messias, hún lifir allan þennan tíma. Og þá kemur fram nýr hópur, fyrstu kristnu mennirnir og þeir lesa þessar gömlu sögur með allt öðrum augum. Fyrir þeim þetta ekki bara fornsaga, þetta spádómur sem að rætast hér og nú. Þetta gefur okkur svo góða mynd af hugarfæri þeirra sem skrifuðu Nýja testamentið. Sagan af Akasi, spádómur Jesaja, þetta voru ekki bara einhverja gamla sögur fyrir þá, þetta voru ræturnar af þeim atburðum sem þeir voru að upplifa. Þeim fannst eins og allir þessir lausu þræðir úr gamla testamentinu væru loksins að fléttast saman í eina stóra heild. Tökum bref Páls póstvala til Rómverja sem dæmi. Þar setur hann þetta fram alveg skýrt. Hann segir í raun, fagnaðarerindið er ekki nýtt. Þetta er gamalt loforð, beint frá spámönnunum og það snýst allt Jesú. Hann er af ætt Davids, sem er lykilatriði, og hann var svo staðfestur sem sonur Guðs þegar hann reis upp frá dauðum. Samkvæmt Páli þá er það Jesú sem öll þessi langa saga nær loksins hámerki sínu. Og nú þrengist fókusinn. Þessi risastóra saga sem spannar aldir hvílir allt í einu á herðum eins manns. Á einni afdrifaríkri ákverðum sem einn, frekar lítillátur smíður þarf að taka. Við færum okkur sem sagt úr konungshöllum yfir á lítið trésmíðaverkstæði. Þar hittum við Jósef. Vandamálið hans er ekki hernaðarógn. Nei, hans krísa er djúpt persónuleg og félagsleg og samt verður ákverðum hans að algjörum hápunkti í þessari óralongu keðju spádóma. Og þegar við setjum þessa tvo menn hlið við hlið, þá eru andstæðuna sláandi. Annars var Akas konungur. Hann stendur frammi fyrir þjóðarkrísu og bregst við með ótta. Hann treystir ekki Guði og hann fórnar sénu sínum. Svo hefur Jósef smið. Hann stendur frammi fyrir persónulegri krísu og bregst við með trú. Hann treystir Guði og hann tekur að sér son sem er ekki einu sinni hans eigin. Það er eins og ákvörðun Jósefs sé spegilmynd sem snýr við öllu því sem Akas gerði rangt. Jósef fær skilaboðum að gefa barninu nafnið Jesús og það nafn er ekki tilviljun. Það þýðir Drottinn frelsar. Það er sem sagt verkefni hans, hlutverk hans í sögun. En á sama tíma er Jósef að uppfylla þennan forna spádóm Jesaja barnið sem átti að heita Immanuel, sem þýðir Guð með oss. Þannig að annað er verkefnið, hitt er eðlið, hver hann er. Og svo, alveg í lokin, í allra síðustu setningu Mattheusar Guðspjalls, þá smetlur þetta allt saman. Barnið fékk nafni Jesús, Drottinn frelsar, það var verkefnið. En hvert er hans allra síðasta lofurð eftir upprisuna? Ég er með þér alla daga. Hann uppfyllir þannig verkefni sitt að frelsa með því að vera það sem hann er, Immanuel, Guð með oss. Frelsunin er sem sagt fólkin í sjálfri návist hans. Þetta er sem sagt sagan sem fléttar saman konunga, spámenn og venjulega smiði þvert yfir aldrirnar og hún skilur okkur eftir með eina stóra spurningu til að hugleiða. Þegar við stöndum frammi fyrir okkar eigin krísum, hvert sem eru stórar eða smáar, hvenar bregðumst við eins og Akas, drifin áfram af ótta og hvenar eins og Jósef, drifin áfram af trú.